Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í 8. kafla Jóhannesar Guðspjalls og við byrjum á versi 46 og útkaflan til 59. Hver eðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð, þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Gyðingar svöruðu honum, það ekki rétt sem við segjum að þú sért samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði, ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs, sá til sem leitar hans og dæmir. Sannarlega, sannarlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð, skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann, nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Þú meiri en faðir vor Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu, hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ég veksama sjálfa mig, ef ég veksama sjálfa mig, veksand mín engin. Faðir minn sá sem veksama mig, hann sem þér segið vera Guð yðar. Og þér þekki hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég sagðist ekki þekki hann, væri ég lygar eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann, þú ert ekki orðinn 50 og þú hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá, sannarlega, sannarlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, ég. Þá tókur upp stein til að grýta Jesú, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Orð Jesú í lestri dagsins eru ekki auðveld orð. Að hluta vegna þess að þau eru tekin úr samhengi. Jóhannesar Guðspjall sem þau koma úr frábrugðið hinum Guðspjallunum að því leitinu til að ræðurnar eru mun lengri. Oft í Guðspjallunum 3, Mattheus, Markus og Lúkasi eru stuttar sögur eða jafnvel stutt svona ræðubrot sem að les og það að lesa því í sína eigin samhengi. Þau lifa svona hvert og eitt. En í Jóhannesar Guðspjalli þá eru löng samhengi. Og hér eru 2 kaflar að byrja í 7. kafla og samhengið endar þarna. Þetta eru síðustu orðin í þessu samhengi. Þannig ég verð að nota svolítið tíma í að lýsa samhenginu og setja þetta sem sagt í sitt samhengi til að byrja með. Þetta byrjar sem sagt á því að Jesús kemur til Jerúsalem borgar á laufskálahátíð sem haldin 1 viku á hausti. Allir karlmenn meðal gyðinga voru skyldu til að taka þátt í þessari hátíð og það var augljóst tilefni fyrir fólk til þess að leita að Jesú og reyna að komast til botns í málinu vegna þess að hátíðin krafðist þess að Jesús kom til Jerúsalem. Og margir voru nefnilega nú þegar farinir að velta því fyrir sér hvort Jesús væri þessi útvaldi maður sem átti að koma, þessi útvaldi í Messías og þar af leiðandi hugsaðu þeir konungurinn sem myndi frelsa þá undan valdi Rómverja. Til að byrja með, þegar Jesús kemur hann upp til hátíðarinnar, lætur hann lítið fyrir sér fara og það einmitt vegna þess að hann orðinn svolítið frægur fyrir allt það sem hann hefur gerst og hann kærðist ekki þessa athygli þeirra sem að vildu gera hann að konungi. En það gat ekki enst. Það var nóg af fólki sem þekkt hann og smá sem hann byrjar fólk að gera sér grein fyrir því hver Jesús og þá fer allt af stað og það verður umræða, hver umræðan á fætur annari, bæði Jesú og við hann. Og umræðan fjallar náttúrulega þetta, hvort Jesús sé þessi Kristur eða Messías sem koma átti. Þeir sem halda því fram að Jesús gerir aldrei kröfu það að vera Kristur, að vera sonur Guðs, þeir ættu að lesa þessa kafla í heild, því krafan algjörlega augljós og það líka augljóst að menn skildu hvað Jesús var að segja. Spurningin ekki hvort Jesús krafðist þess, heldur hvernig fólk brást við.
Sumir verða fullvissaðir og komast til trúar á hann, aðrir eru svo andvígir honum að þeir vilja helst af öllu taka hann á lífi og það helst tafarlaust. Þannig við lásum þarna í lokin á guðspjalli dagsins að þeir tóku upp steina til þess að hreinlega grýta hann til bana þarna á staðnum. Eða kannski þurftu að hrinda honum út musturinn fyrst og síðan grýta hann til bana í brekkunni fyrir neðan. Það var hugmyndin en Jesus stuldist og fór burt. Í þessu guðspjalli dagsins sem við lásum segir Jesus við áheyrendur sína. Hann segir, ef ég segi sannleikann, hví trúið mér ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð, þér heyrið ekki, en þess að þér eru ekki af Guði. Og síðan segir hann áfram, sannarlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Og ennfremur segir hann, faðir minn sá sem vex af mig, hann sem þér segið vera Guð yðar. Og þér þekki hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segist ekki þekki hann, þá var ég lygar eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Með þessu má segja að Jesus skiptir áheyrendur sínum í 2 hópa og þeir afmarkast af því hvaða afstöðu þeir taka til orða Jesu. Og maður tekur þetta núna allt saman og reynir að koma þessu í kannski eina málsgrein, þá getum við orðað boðskapinn svona. Sá sem heyrir og varðveitir orði Jesu af Guði, en sá sem hafnar því ekki af Guði og heyrir ekki. Sem sagt, sá sem heyrir og varðveitir orði Jesu, hann af Guði, en sá sem hafnar því ekki af Guði og heyrir ekki. Og spurningin sem við þurfum að spyrja okkur þessi, í hvorum hópnum ég? Heyri ég og varðveiti orð Guðs eða hafna ég orðum hans? En áður en við komum að þeirri spurningu, við ætlum að koma að henni, þá skulum við samt líta aðeins á þessa 2 hópa fyrst. Og við skulum byrja á síðari hópnum því það þarf að meðhöndla hans svolítið meira. Það sem hópurinn sem að hafnar orði Guðs og ekki af Guði. Og hver þessi? Hver í þessum hóp? Nú ef við byrjum á því sem að liggur beinast við, þá það þeir sem eru upprunalegir áheyrendur Jesú og standa þarna og hlusta á orð hans. Og þetta hópur sem að Jóhannes og Guðspjall kallar gyðingana. Þetta svolítið strembið hugtak í raun og veru því það augljóslega meira en ein merking á orðinu í Guðspjallinu. Og það ekki alltaf augljóst hver þessi hópur Í fyrsta kafla Jóhannes og Guðspjalls þá vísar orðið gyðingur sérstaklega til gyðingana í Jerúsalem, eða nánar tiltekið til ráðamannana meðal prestana og farisejana, það að segja elítan sem verið að tala En stundum virðist hugtakið líka vísa til fjöldans, en það var hópurinn sem var þarna með Jesú að allra mestu samansettur af gyðingum. Þetta var þeirra musterið. Meira að segja hugtakið Júdaios, sem þýtt á íslensku gyðingur, það kemur af mannsnafninu Júda, sem var ættfaðir einnar af Ísraels ættum 12, konungsættarinnar. Og þegar Ísraels ríki á sínum tíma klofnaði í tvennt, Norðurríki og Suðurríki, þá var Suðurríkið með höfuðborgin í Jerúsalem kallað Júda og ættmennirnir voru þá Júdamenn. Og þaðan kemur þetta orð. Síðar meir eftir útlegðina og eftir að mann komu aftur tilbaka til landsins, þá náði hugtakið yfir alla afkomendur Abrahams, allar ættirnar. Þeir voru allir kallaðir Júdamenn. Það einmitt þannig sem þessi hópur skilgreinir sig rétt á undan Guðspjalli dagsins og Jesús samþykkir að vissu leyti þá skilgreiningu að þeir eru ættfræðilega afkomendur Abrahams. Þeir líta þannig á, þetta okkar þjóð, við erum að þessari þjóð, við erum afkomendur Abrahams, það svo þjóð sem að Guð valdi. En það eitt og sér bendir Jesú á, gerir þá ekki að andlegum erfingjum Abrahams. Og síðan kemur Jesús með bombuna sem að þeir verða að hlusta á og taka til sín, að Abraham, ættfaðir Ísraelsmanna, hann trúði á Jesú. Og gyðingar sem þarna þeir bregðast við með eðlilegum hætti. Ertu ekki að grínast? Þú ert ungur maður, þú ert yngri en 50 ára, segir við hann. Abraham dó fyrir 1500-2000 árum síðan eitthvað svoleiðis. Ertu ekki að grínast? Hvað rugl þetta? Hver heldur eiginlega sért? Segir við hann, þetta skiljanleg viðbrögð. Og Jesús segir við þá, já,
ég hef verið til frá því löngu á undan Abraham. Eða orðrétt eins og Jesus segir það, áður en Abraham fæddist ég. Ekki var ég, ekki varð ég, heldur ég. Og það mörgur málsins. Jesus segist vera sá sem hann Guð sjálfur. Þannig að hverjir eru það sem að hafna Jesu? Eru það gyðingar? Nú verður augljóst hver það sem hafnar honum frá þessum orðum. Það voru augljóslega gyðingar, en það var ekki svo marga aðra að ræða á staðnum, allavega ekki samkvæmt skilgreiningunni afkomandi eða ættmenni Abrahams. En hvað með þá sem að kalla sig gyðinga í dag? Þeir skilgreina sig ennþá sem afkomendur Abrahams, annarkvort sem beina afkomendur eða ættleita afkomendur þegar menn ganga í gyðinga trú. En þeir bæta síðan líka við að þeir hafna þessari kröfu Jesú frá Nasaret, að áður en Abraham fæddist hann. Það bara hluti af skilgreiningunni í dag. Gyðingar í dag eru sem sagt afkomendur þeirra sem höfnuðu Jesú. Það er hreinlega hefðin sem hafnaði Jesú. Það felst í því að hafna honum. Engu að síður eru þeir líka þjóðin sem að Guð treysti fyrir orðið sínu. Þeir fengu hinn gamla sáttmála af himni ofan, þeim var gefið því fyrirheitna land og þeim var gefið musteri drottins í Jerúsalem. Hann bjó mitt á meðan þeirra. Það voru þeir sem framar öllum öðrum hefðu átt að þekkja Messías Krist þegar hann kom. Og samt sem áður höfnuður honum, sínum eigin Messíasi, sínum eigin Guði höfnuðu þeir. Þess vegna segir Jesús hér við þá að þeir séu ekki af Guði. Og ég hugsa að ef maður hugsar þetta stóru myndina hérna, þá í rauninni sárt fyrir okkur Íslendinga að horfa á okkar eigin sögu og sjá þar ekki bara augljóslega hliðstæðu, heldur að við sem þjóð höfum hagað okkur jafnvel ennþá verr. Íslenska þjóðin hefur nefnilega langa sögu með Guði. Sem þjóð tókum við kristni fyrir rúmum 1000 árum síðan. Og allt til okkar tíma hefur verið þjóðkirkja í landinu. Lögmál Guðs varð að viðmiði og reglur þjóðarinnar voru skrifaðar út frá því. Og svo von sem að Kristur boðar okkur, hún varð von þjóðarinnar. Svo guðdómlega opinberun sem að íslenska þjóðin tók við greinilegri, hún hærri, hún meiri heldur en svo opinberun sem að Abraham fékk. Hún hærri og meiri en lögmál Móse. Hún meiri en allt gamla testamentið því að við höfum líka nýja testamentið. En síðan gerist það upp frá miðri 19. öld að Íslendingar taka að leita í allar aðrar áttir. Hugsjónir upplýsingarinnar hófu mannin og þekkingu hans á náttúrunni yfir Guð og rétt eins og gyðingar í Guðspjalli dagsins gerðum við okkur að dómara yfir Guði. Hinn íslenska þjóð sem sannarlega hefur játað Krist í margar aldir ætti að vita betur líka. Flestir Íslendingar í dag trúa ekki á neinn annan Guð en sjálfan sig og gefa engan gaum að orði Guðs. Ef Kristur þykist ætla að setja okkur lífsreglurnar eða segja okkur að hinn raunverulega von sé ekki það sem við höfum haldið eða viljum, þá hötum við hann fyrir bragðið. Við viljum ekkert með hann gera. Hinn íslenska þjóð vil vera eins og Rómverjar til forna sem gáfu sig á vald allra nautna, sama hverjar afleiðingarnar af því voru. Það er augljóst ef við horfum á það hvernig kjarni fjölskyldunar að hverfa út úr okkar samfélagi. Og það nú saga út af fyrir sig. En síðan sjáum við það líka hvernig íslenska þjóðin auglýst út á við. Við erum þjóð víkinga, við erum þjóð heiðinna goða, fjölkyngis, kukls, trúar á álfa, vætti og huldufólk. Það erum við Íslendingar. Jafnvel þeir sem stjórna þjóðkirkju landsins hafa löngu sagt skili við orð Jesú og skapað hann upp á nýtt í sinni eigin föllnu mynd. Það kom mér á óvart að koma í bókabúð niður í bæ fyrir nokkru síðan og sjá borð þar sem stóð yfir fermingargjafir og allt það sem var á borðinu voru bækur kukl og andatrú. Tarotkort og þess háttar.
Getur Jesús sagt nokkuð annað íslensku þjóðina en hann sagði gyðingana? Íslenska þjóðin ekki af Guði. Augljóslega á þetta ekki við alla Íslendinga. Rétt eins og það átti ekki við alla gyðinga á tíma Jesú. En samt sem áður það ályktun meirihlutans. Það augljóst út frá lögum okkar, skemmtanamenningunni, kennslu í grunnskólum, jafnvel út frá biskupi og prestum. Bæði gyðingar og Íslendingar hafa hafnað Kristi og margir hata hann innilega. Sama hver ástæðan nú En máli þetta, hver sá einstaklingur sem hafnar orði Guðs og sem afneita Kristi ekki af Guði. En það málið, hver einstaklingur sem hafnar Kristi. Þegar allt kemur til alls, þá höfnum við ekki Kristi eða játum hann fyrst og fremst sem þjóð, heldur sem einstaklingar. Það auðvelt að hneykslast yfir villu múgsins, en áður en við gerum það verðum við að líta á okkar eigin afstöðu. Megin spurningin ekki hvort að þjóðin hafnar Jesú, heldur hvort að ég geri það. Eins og ég sagði í byrjun, sá sem heyrir og varðveitir orð Jesú af Guði, en sá sem hafnar því ekki af Guði og heyrir ekki. Og þess vegna verðum við líka að skoða hina hliðina á málinu, hverjir það eru sem að heyra og varðveita orð Jesú. Það hljóta að vera þeir sem heyra orð Jesú þegar hann segir, ég áður en Abraham fæddist. Og ekki hneykslast á þessum orðum, heldur trúa þeim og treysta. Jesús sonur Guðs, kominn til að frelsa okkur og til að vera okkar Guð. Meðal gyðinganna sem Jesú talaði til voru augljóslega margir sem að einmitt trúðu því. Pósturlarnir 12 eða allavega 11 þeirra trúðu því og treystu, jafnvel þótt að þeir vissu ekki ennþá eða skildu ekki raunverulega hvað það þýddi. Jafnvel meðal ráðamannina, jafnvel meðal elítunar voru menn eins og Nikodémus og Jósef frá Arimatíu sem að raunverulega trúðu Jesú, eins og við komumst að síðar. Og síðan voru við margir sem ekki nefndir á nafn, en það við komumst líka að því þegar við lesum postulasöguna. Guðspjallið segir í upphafi í 1. kafla í 12. versi, öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Og eins það hér á Íslandi. Forfeður okkar tóku fagnaðarerindinu fagnandi. Þeir létu skýrast til kristinna trúar eða létu ausast vatni eins og það var kallað. Í sögu Íslands eru margar kristnar trúar hetjur sem hafa játað trúna í meðlæti og mótlæti, spyrnt gegn afkristnun og óguðleika. Hér hafa verið sterkar fjölskyldur sem hafa deilt fagnaðarerindinu hver með öðrum. Þannig það einmitt í dag líka. Þegar við lítum á óguðleika samfélagsins auðvelt að gleyma því hversu margir það eru sem í raun og veru játa trúna á Krist. Og ekki nóg með það, heldur hefur ný von kviknað undanfarin ár. Ungt fólk eins og mörg ykkar sem eru hér í dag hafa snúið sér til Krists og vilja fylgja honum. Aftur megin spurningin ekki hvort að ættmenn okkar í þjóðinni játi Krist, heldur hvort að við gerum það. Hvort ég geri það. Vil ég heyra orð Krists og játa þau og varðveita þau? Okkur ber að hafa þetta í huga þegar við deilum fagnaðarerindinu Krist með náunga okkar. Hvort sem er að ræða fjölskyldu, vini okkar eða aðra, fyrir þann einstakling sem við játum fyrir spurningin nákvæmlega hins sama hún fyrir mig og þig. Játa ég að Kristur sé hann sem hann segist vera, hann minn drottinn. Auðvitað væri gott fyrir íslensku þjóðina að hún virkilega játaði Krist sem þjóð. En það getur bara átt sér stað ef einstaklingar þjóðarinnar gera það. Hver sig. Við boðum trúna til eins einstaklings í einu, því að hver einstaklingur verður að eiga trúna sjálfur. Jesús tók það ekki gilt þegar gyðingar héldu því fram að þeir væru afkomendur Abrahams, nema þeir játuðu líka trú Abrahams. Eins getum við ekki sagt að við sem hluti af kristinni þjóð, nema ef við sjálf hver sig játum trúna á Krist. Þetta búið að vera, við erum búin að tala svolítið í lengri kantinum í dag, en ég ætla að draga saman aðalatriðið og endurtaka þetta pínulítið í lokin. Við eigum sem sagt að spyrja okkur að þessu, hvað mig? Hafna ég orði Guðs eða tek ég við því og varðveiti það? Vel ég að lifa í andstöðu við orð Guðs
vegna míns eigin stolts eða sjálfstraust, vegna þess að ég set mig hærra heldur en aðra, vegna þess að ég vil lifa með hætti sem að orð Guðs bannar? Vil ég einungis lifa í samræmi við orð hans ef það hentar mér? Eða lifi ég ljósi Guðs að lýsa á líf mitt, syndir mínar og galla, og þess vegna játa syndir mínar? Lifi ég gagnrýni Jesú að ná til mín, þannig að ég segi, já Jesús, orð þín líf mitt eru sönn orð. Og játa ég líka að Jesús sé sá sem hann segir, frelsari heimsins og þar af leiðandi frelsari minn. Ef ég játa það, þá ástæðan svo að ég hef heyrt orð Guðs og að hann hefur unnið sitt verk í mér. Heilagur andi hefur þá fullvissað mig synd mína og ennfremur hjálpræðið í Kristi. Ef ég trúi, þá það ekki vegna þess að ég hef tekið afstöðu að trúa, heldur vegna þess að orð Guðs hefur fullvissað mig. Og þeir sem þessu trúa og treysta, það eru þeir sem að heyra Guðs orð og varðveita það. Þeir eru af Guði og tilheyra honum, þeir eru hinni sönnu, andlegu afkomendur Abrahams. Því Messías þeirra Kristur okkar. Dýrð sé Guði föður Syni og heilegum anda, sem var í upphafi enn og verða mun aldir alda. Amen.